Já, við ætlum að tala aðeins verkalýðsmál. Sólveig Anna er í framboði til formanns hjá Eflingu, kosningarnar á næstunni. Ég bauð Ingvari andstæðingi hennar eða sem frambjóðandi stjórnarinnar í Eflingu að koma hingað líka, en hann talaði að framboðsfrestur væri ekki liðin og það væri ekki tímabært og við verum það, en ég ákvað samt að bjóða Sólveigu hingað. Það eru svona hræringar í verkalýðshreyfingunni, má segja. Hvers vegna ert þú að bjóða þig fram? Sko, ég að bjóða mig fram bara sem svona fulltrúi og vonandi einhvers svona málsvari láglaunafólks. Ég hef sjálf unnið á leikskóla frá árinu 2008. Ég er ófaglærður starfsmaður, þannig ég er bara á verstu mögulegu launakjörum. Ég er 42 ára gömul og manneskja á mínum aldri, jafnvel þó hún sem langa starfsreynslu, að horfa upp á það að fá inn á reikninginn sinn eftir að hafa greitt þú veist, gjöld og allt það, svona 250 skall fyrir fulla vinnu. Já. Sem að allir hljóta að geta viðurkennt að náttúrulega er ekki fræðilegum möguleiki að lifa af. Þannig að ég hef til dæmis verið í annarri vinnu í nokkur ár, bara til þess að geta leyft mér þann munað að eiga eigið húsnæði. Það er bara gríðarlega stór hluti fólks hér, bara lágstéttafólk, verkafólk, sem að lifir bara lífi sem að ekki lengur hægt að sætta sig við. Við vinnum undir miklu álagi, alls konar erfiðstörf fyrir laun sem duga ekki til þess að lifa af, þannig við þurfum ofta að vera í fleiri en einni vinnu. Við ráðum ekki við þennan húsnæðismarkað sem búið að keyra hér af kapitalistum af stað. Ef við ætlum að eiga okkar eigin húsnæði þá þurfum við að strita. Ef við ætlum að vera á leigumarkaði þá þurfum við að strita ennþá meira. Og við bara ætlum að draga línuna í sandinn og segja bara hérna ætlum við að stoppa og hérna ætlum við að heyja bara alvöru róttæka stéttabaráttu. Finnst þér að verkalýðshreyfingin hafi, ég meina þú býður fram í þessu, ég meina þetta er risastórt stéttarfélag. Mjög stórt stéttarfélag. Og áhrifamikið. Finnst þér að þetta félag hafi ekki staðist nógu vel? Já, ég held að það sé bara alveg óhætt að fullyrða það. Ef ég bara tala út frá minni persónulegu reynslu, þá upplifi ég mjög sterkt að forysta verkalýðsfélagsins hafi ekki einu sinni horft á mig með öðru augana. Við erum búin að tala við fullt af fólki. Við erum búin að tala við fullt af fólki, til dæmis erlendum uppruna, aðflutt verkafólk sem kemur til þess að vinna, sem að býr við algjörlega óboðlegar aðstæður. Já. Nú rétt fyrir helgi komu þessar hrikalegu sögur til dæmis af konum af erlendum uppruna. Og ég hef oft reynt að benda á það þegar ég mér hefur verið að boðið að tala einhvers staðar eða hefur verið eitthvað að reyna að beita mér, að manneskja eða sem sagt fyrirtæki og svo náttúrulega sveitarfélögin og ríkið taka þátt í raunverulega massífri kvennakúgun með það að taka þátt í þessari grimmilegu láglaunastefnu. Þú kona sem á vona því að fá, eins og ég segi, 250.000 krónur eitthvað svoleiðis inn á reikningi sinn. Þetta er kona sem á ekki auðvelt með til dæmis að fara út af heimili. Þetta er kona sem á ekki auðvelt með að koma undir sér fótunum ef hún þarf að flýja ofbeldi. Þetta er kona sem á ekki auðvelt með að ganga út úr vinnu og svo framvegis. Þannig að við viljum vera málsvarar þessa fólks, málsvarar íslensk verkafólks og þessa aðflutta verkafólks. Við til dæmis ætlum að á listanum okkar eru 3 manneskjur sem eru aðfluttar. Já. Vegna þess að það er gríðarlegur fjöldi erlendra verkamanna í Eflingu og því fólki líður eins og þau hafi verið algjörlega ósýnileg. Já. Þannig það er bara svo gríðarlega margt sem að við sem að strítum til þess að hafa í okkur á, oft bara frá unglingsaldri fram á gamalsaldur. Það er bara svo margt sem mæðir á okkur. Við rogumst með samfélagið á herðunum. Við rogumst með fjölskyldun okkar náttúrulega í fanginu, vegna þess að til dæmis ef við bara tölum út frá reynslu kvenna, þá vinna langan vinnudag. Ég þekki konur sem að vinna fullan vinnudag, skúra svo, taka svo strætó heim til sín og þá býður þeirra öll sú vinna sem að er unnin inn á heimili. Og þannig að það bara er augljóst að
Við erum bara komin nóg og það bara líka stemning, ekki bara hér á Íslandi. Við bara horfum út í veröld, við horfum á baráttuna í Bretlandi, Jeremy Corbyn sem að safna nú liði til þess að hefja stóra slaginn við auðveldi þar. Ertu að tala bara fyrir meiri stéttabaráttu? Ég er bara að tala fyrir markvissri, róttækri, herskári stéttabaráttu, þar sem að verkafólki verður aftur bara gefið pláss í samfélaginu, þar sem að það verður ekkert okkur án okkar, þar sem að við verðum ekki látin taka á okkur allar afleiðingar kreppunar, allar hagræðingar og allar niðurskurð í okkar störfum og okkar lífi og þurfum svo að horfa upp á það að svo blásið til nýrrar uppsveiflu og þá aftur erum við tapararnir. Við ætlum bara að segja stopp, hingað ekki lengra, við krefjumst þess að fá það pláss í samfélaginu sem við eigum skilið. En sko, hafa stjórnmálaflokkarnir ekki vanrækt þetta fólk? Ég tók að því að Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, fór í heimsókn til Öryrkjabandalagsins og sagði allt í einu það verður bara að gera miklu meira fyrir þetta fólk og þetta Flokkur fólksins hefur kannski helst verið að tala máli, finnst manni, fátækra og öryrkja og sjúkra núna í pólitíkinni. Já, sko, hann Óli, hann maður sem talar meðferð á, talar ákvað, við eigum stálhnefa þegar kemur að hælisleitunum og innflytjendum. Flokkur fólksins hefur ekki tekið þess til að vera talsmaður aðflutt verkafólks. Við lítum á þetta bara sem eina stóra baráttu. Bara kúað og jaðarsett og fólk sem hefur orðið undir í samfélaginu og fólk sem að bara vinnur einmitt alla ævi án þess að uppskera nokkuð. Ég bara lít svo á að barátta okkar sé bara sameiginleg barátta, þannig að við til dæmis þú leggjum mjög mikið upp úr því að vera ekki einungis málsvarar þeirra sem eru fæddir hér á Íslandi, heldur bara málsvarar alls verkafólks sem kemur hingað til þess að vinna. En þurfum við þá að gera ná til þess í þessari kosningu? Við bara höfum verið að tala við það alveg á fullu. Það hefur mætt á fundi hjá okkur og eins og ég benti á þann þá erum við með á listanum 3 manneskjur af erlendum uppruna. Hvenær er kosningin? Kosningin það góð spurning. Við skilum inn listanum okkar og ásamt undirskriftum á morgun og svo fer einhver tími í að fara yfir það og við reiknum með að verði kosið í mars, apríl. Og svo er listi stjórnarna líka. Já. En þetta hefur náttúrulega verið mikið hreyfing í verkefnishreyfingunni í kringum það sem gerðist í VR. Tengið ykkur við það? Við horfum bara á þá baráttu, bara eins og við horfum á baráttu bara víða veröld. Við sjáum bara að nú er tækifæri til þess að vekja upp einhvern eldmóð til þess að fara af stað og gera þetta almennilega. Sólveig Anna Jónsdóttir, takk fyrir að koma. Við ætlum að tala fjölmiðlaskýrsluna næst með Elvu Ýr Gylfadóttur og þakka ykkur fyrir að vera með hér á þessum vettvangi.